Þetta er verkefni 27 upplýsingatækni. Við ætlum að skoða með ykkur lið 1 til 3 fremst í verkefninu. Byrjið á því allavega að hafa kveikt hérna á paragrafmerkjunum undir home paragraf. Sjáu betur allar stillingar sem þið eru að vinna með og ég hef líka hérna kveikt á stílarúðunni hérna hægra megin en hún er virkuð með því að velja hérna örina í neðra hægra horninu. Stundum dettur hún út fyrir og verður hérna lítil fyrir til hliðar og það er bara allt í fína lagi. Við erum með bendilinn alveg hérna fremst fyrir framan textan efnisyfirlit og við ætlum að fara í lið 1 og búa til forsíðu hér fyrir framan. Við veljum Insert, Cover Page og þið veljið bara eitthvað einfalt og gott hjá ykkur. Það er ekki víst að allir hafi það sama og ég er með hér. Ég ætla allavega að velja hérna Sideline sem er bara einfalt og gott. Þá fáum við svona ákveðið útlit. Við getum breytt því og endilega bara eftir behag. Ég ætla að byrja því að setja hérna fyrirsögn upplýsingatækni og í næsta fyrir neðan ætla ég að hafa upplýsingalæsi. Ekkert mál að smella hér undir titilinn, fara á home og stækka bara svona eins og ykkur finnst þurfa. Ég ætla hins vegar að smella hér í þetta company hér og eyða því bara út og svo eru ákveðnar upplýsingar sem þurfa að koma alltaf fram á forsíðunni. Það er náttúrulega aðaltitillinn og undirtitillinn og svo hér fyrir neðan er hægt að setja meiri og fleiri upplýsingar inn í. Ég hef búin að bæta þessu við hjá mér og það þarf allavega að koma fram ykkar nafn og kennitala, áfangaheiti, ef þið eru að skila ritgerð eða ykkur verkefni, önn og ártal, hvort það er haustun eða vorun eða hvað, nafn og skóla og svo fullt nafn kennara hér. Svo er auðvitað hægt að stækka og minnka letur alveg eftir þörfum. Þá ætlum við næst að fara í lið 2 og ég staðsett bendilinn aftur hérna fyrir framan textan efnisyfirlit. Ég þarf að setja inn útlitskafla skil og gera það 2 sinnum. Þannig að forsíðan verði sérkafli, komi ein auð á eftir og svo þannig að allt sem kemur hér fyrir neðan efnisyfirlit sé sérkafli. Og velji hérna Layout, Breaks, Section Breaks Next Page og svo aftur til að fá fyrir tómu síðuna og þá sjáu þið hér fyrir framan, hér er tóm síða sem kemur hér á eftir forsíðunni og þess að verður sérkafli. Þá er auðvelt að hafa sér útlit á hverjum kafla fyrir sig. Við þurfum líka að setja útlitskaflaskil hér þannig að yfirlitin öll þessi verði sérkafli, þá vel ég aftur Breaks, Next Page og þá sjáu það er þetta orðið sérkafli hér. Það er búið að setja inn stíla eða tengja stílana texti 1 og texti 2 og heimildir við efnisgreinarnar í skjalinu en við eigum samkvæmt lið 3 að breyta stílnum texti 2. Svo í fyrstu greini texti 1, næsta grein og eftir á að vera indregin texti 2 og við ætlum að breyta því. Veljum hérna til hliðar og veljum svo Modify eða hægri mús yfir stílnum. Við þurfum að velja format paragraf og undir Special ætlum við að hafa fyrstu línu inndrátt sem á að vera 1 cm. Staðfestum hér og svo aftur og þá takið eftir því að það breytist allstaðar þar sem búið er að tengja þennan stíl við efnisgrein. Þið breytið svo sjálf fyrir stílinn heimildir, finnið hann og breytið honum sjálf eins og gefið upp.